Lambakórna frá KS lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt. Í þessum þætti af kokkunum okkar höldum við áfram leit okkar að Bocuse d'Or kokkum Íslands og ræðum meðal annars við Viktor Örn Andrésson, matreiðslumeistara á Lava-restaurant í Bláa lóninu. En hann var einmitt í öðru sæti matreiðslumanns ársins árið 2008 og í fyrsta sæti 2013. Hann fór einnig tvisvarsinnum sem aðstofamaður í Bocuse d'Or árin 2005 og 2007. Við hittum einnig Atla Erlendsson á grillinu á Hótel Sögu, en Atli var matreiðslumaður ársins 2015 og einn af aðstofamönnum í Bocuse d'Or keppninni. Við kíkjum líka heim í eldhús og lærum af kryddgrafa villibráðun okkar fyrir jólin. En áður en við höldum lengra skulum við fræðast örlítið þessa virtustu matreiðslukeppni heims. Bocuse d'Or matreiðslukeppnin haldin annað hvert ár í Lyon í Frakklandi og ber nafn hins virta matreiðslumeistara Paul Bocuse. Keppnin hefur verið haldin síðan 1987 þar sem færri þjóðir komast aðeins vilja og aðeins eftir að hafa sigrað forkeppni úr sinni heimsálfu. Bocuse d'Or því oft kölluð hinn eina sanna heimsmeistarakeppni í matreiðslu. Árangur íslenskra matreiðslumanna hefur vægast sagt verið glæsilegur og sýnir tölfræðin að Íslendingar í hópi þeirra allra bestu. Það því óhætt að krefjast áframhaldandi árangurs í komandi keppnum. En við skulum byrja þáttinn á grillinu á Hótel Sögu, þar sem við hittum matreiðslumann ársins, Atla Erlendsson. Ég náði þér hérna fyrir keysluna. Já. Handa þér. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Takk. Gægt. Skagfiskur ær aftur öxull, segja sumir. Aftur öxull, já. Ég hef aldrei heyrt það áður. Getur það ekki gengið fyrir okkur? Jú. Sko, við vorum búin að hringja í þig og aðvara þig svolítið. Já. Hvað ætlarðu að gera? Sko, við ætlum að elda þetta bara aðeins á grilli. Já. Kólagrillinu okkar. Við erum jú á grillinu. Mikið rétt. Þannig að það vel við hæfi. Og ætlum að vera með svona einfalt meðlæti, grillaðar kartöflur líka og svona kalda sósu. Já. Svo, já. Ekki bara byrja. Opna þetta. En Bocuse, það nú ástæða fyrir að vera komnir. Já. Þú varst einn af aðstofamönnum Þráins. Mikið rétt. Hvernig var það? Hvernig að vera þarna svona... Það var ógeðslega skemmtilegt. Áhorfandi en samt þáttakandi. Það var mjög skemmtilegt. Það svona mikil ábyrgð. Já. Svo þess að það var alltaf til nú að beinum skurðabrettum og eitthvað. Og þetta eitthvað sem þú myndi gera aftur? Mögulega, maður veit ekki sko. Þetta alltaf mjög skemmtilegt ferli og mjög svona áhugavert. 2-3 æfingar? Svolítið fleiri en það. Já, þær voru fleiri en 3 ár? Já, þetta ferli tekur næstu í 2 ár í heildina sko. 2 ár? Og það fyrir aðstofamennina og sjálfa stjörnuna? Já, nákvæmlega. Það mikil fórn sem felst í þessu. Já. Þannig að margir taka sér frí í vinnu í örugglega samtals 1,5 ár. Þannig áhugamálin þau verða bara og renna bara í eitt? Já, maður svo heppinn að fá að vinna við það sem maður hefur áhuga á. Sko. Já. Heyrðu, skagfiskalærið. Hér erum við búnir að taka svokallað lykilbein eða mjaðmarbeinið af. Já, það kemur sér ágætlega fyrir suma. Já. Þú ætla að þerra það hérna aðeins vel. Taka því saman. Já. Byrjum alltaf á því sko. En það sem að maður náttúrulega græðir að það minna bein. Þú kaupir vöruna og fara meira kjöt á móti beini. Og hugsanlega styttir eldunartími? Styttir eldunartími, það skila sér. Og líka svo náttúrulega bara þægilega að skera það niður þegar maður búinn að elda. Það bara lærbeinið eftir. Já. Grillum þetta, við getum ekki hort á þetta. Nei. Hörru, þú myndi grilla þetta. Þú ert ekki bara Bocuse-fari, þú varst líka að keppa í matreiðslumanni ársins. Já. Hvernig gekk það? Það gekk bara mjög vel. Er það ekki? Jú, bara fram á vonum sko. Já, sko, þú ert matreiðslumaður Íslands 2015. Já. Og sú keppni fór fram í mars á þessu ári. Já, mikið rétt.
Það svona verið löngum keppnisandi á grillinu. Já, það við höfum oft verið með svona keppniskokka. Skrifar maður bara undir það í ráðningarsamningnum að maður verði að keppa? Já, það er alltaf einhver hverju ári, sko. Já. Það er spurning hver næst. Lambalæri og grillið. Já. Hérna ertu með grillið. Snarpeitt. Heyrðu, við gáum þessu, fengum okkur góðan kaffibóllar endar. Þetta hafa verið 45 mínútur klukkutími. Já, þetta eitthvað svona þar á milli. 140? Já, svona frekar, ekki mjög hárhiti. Nei. Og svo kíkjum við á það eftir svona 45 mínútur. Af því að við erum búin að loka þessu á grillinu, já. Loka kjötinu, brúnað eins og við segjum, já. Og þá getum við aðeins lengt eldunartímann og lækkað hitann. Nákvæmlega. Og kíkjum inn í með kjarnindamæli. Það má. Það má. Heyrðu, en við ætlum ekki bara að vera með læri. Nei. Hvað ætlar að gera meira? Heyrðu, með því bjóðum við upp á kartöflur. Það er náttúrulega fleiri Íslendingar sem að trúa á kartöfluna heldur en Guð, sko. Já. Það er nokkuð til í því. Þannig að við erum búin að sjóða kartöflur í saltvatni sem við ætlum að síðan að grilla á kólagrillinu á vel með grilliðu lambinu. Og grilla soðna kartöflur? Já, það er bara svona stælar í rauninni, sko. Já. Það er rosa gott að steikja kartöflur eftir suðu. Já. Fá svona bara karamelliseringu, svona eitthvað bragð í þar. Og grillið gefur svona náttúrulega þetta grillbragð sem að... Auðvitað. Grillum kartöflur. Heyrðu, við vorum ekki alveg sáttur í lærið því að það er jú aðeins auðveldara að bæta við eldurinn heldur en að draga af henni. Já, það er svona að hendum við bara aftur inn í ofn, smá stund. Já, við áttum smá inni. En svo ertu komið með eitthvað fleira hér. Hvað er svona hvítt og fallegt þetta? Heyrðu, það er 50-50 skyr og sýrður rjómi. 36% feitur sýrður rjómi sem við hrærum saman. Þetta er alveg naus. Og hvað, hingað? Já, skellum því bara út í. Og ætlum við að búa til svona kalda sósu? Já, kalda bara svona grillsósu með... Við erum með þungan svona grillmat. Og létta, þægilega svona auðvelda sósu til að gera. Og... Íslendingar margir biðja bearnaisesósu þegar þeir fara út að borða það. Og þannig að... Hvað er þetta með Íslendinga og bearnaise? Ég veit ekki. Þetta er náttúrulega samt rosalega gott, sko. Já. Þannig að við ætlum aðeins að leika okkur með það. Við erum með fábnisgras sem er svona bearnaise-kryddið. Já. Og við setjum það út í sem svona, já, bragðið í sósuna. Smá pipar. Smá pipar. Smá salt. Er þetta ekki bara einhvers staðar las maður alltaf í kokkabókunum í gamla daga? Já. Það verið hnífsoddur. En það stóð aldrei hvaða hnífur. Nei, það er bara grænt og fallegt. Þannig við erum komið með megrunarbearnaise. Megrunarbearnaise, maður kalla það. Svona meinholt alveg. En allir einfalt. Við grilluðum læri, við grilluðum kartöflur og einföld köld sósa. Já. Taka sverar í sýrðarrjóman, 36%. Já. Og skyr. Já. Og farðu meiri balans. Þarf það ekki meira? Megrunarbearnaise. Við skýrum hann. Heyrðu á lærið, ef að láta vaða? Já, látum vaða. Spennandi. Tjekka eldurinn á þessu. Það er akkurat það sem við vorum að tala um. Já. Flott grillbragð.
ekki flókið. Þetta getum við gert heima. Þetta geta allir gert. Á grillinu. Á grillinu. Lambalæri án mjaðmabeins, soðnar og grillaðar kartöflur. Já. Smá tvist. Og svo þessi heilsu bernis sem við skýrðum á það. Já, nákvæmlega. Sýrður rjómi, skyr, estragon eða fáfnisgras. Já. Tilbúið. Gjörðu svo. Klára dag. Jæja, við ætlum að kíkja aðeins heim í eldhúsið og ég komin með gæsabringur og bleikju. Ég var í Gufudalsáni og náði eina litla hérna, en við eigum náttúrulega 2 flög af bleikju og 2 bringur af gæsinni og það aðeins farið að hausta og við ætlum að reykja helming og grafa helming. Það sem ég gerði í morgun áðan ég fór af stað var að ég sykur og saltaði hvoru tveggja með blöndu af svona 50-50 sykur og salt. Láta þetta liggja yfir hálfan dag, kannski yfir nótt, en núna ætlum við að skóla áður en við förum áfram. Jæja, nú ætla ég að vera með tvennu í næsta matarboði, reykt og grafin bleikja og reykt og grafin gæsabringa. Hérna er ég búinn að sykursalta í dag og ég er búinn að fýra upp á grillinu, hefða sjóðandi heitt. Ég fór út í runna, náði mér í birki og ég ætla að brenna birkið og leyfa bringunni bara að liggja í grillinu. Og eitt bleikjuflak. Erfiðara er þetta nú ekki. En að grafa, það er aðeins meiri kúnst. Það sem ég er búinn að taka til er svona mín blanda. Þarna getum við fundið það sem okkur líst best á í kryddhillunni, sykursalta og svo blöndum við. Smá sinnepskorn, smá oregano og ég nota alltaf uppáhaldssaltið mitt. Það er reyksalt, frábært salt. Örlítinn basil, pínulítinn sykur, en segið engum frá því. Ekki mikið. Rauð piparkorn og þau eru mjúk og fín og við myljum þau örlítið bara svona í lófanum. Smá timjan, smá rósmarín og örlítið dill, en hérna ætla ég að láta smá ferskt dill á bleikjuna en ekkert á gæsabringuna. Og hérna er ég kominn með þennan þessa gullfallegu grafblöndu. Og við erum ekkert feimin við þetta, við bara gluðum svolítið vel á. Leggjum hérna á diskinn og bara vel ofan á. Svo er gott að rúla þessu bara inn í plastfilmu og láta hann að taka sig að minnsta kosti svona 1 viku. En í bleikinni bæti ég við aðeins meira dilli, bæði þurrkuðu og fersku. Þannig við fáum þennan gamla góða. Og bætum svo við þurrblöndunni. Afar einfalt, hræódýrt ef það er nú veiðimaður í fjölskyldunni. Kryddblanda þegar við erum búin að sykursalta yfir 1 dag eða 1 nótt. Grafin bleikja, grafin gæs. En núna ætlum við að fara að reykja bleikjun okkar og gæsabringuna út á grillinu sem er sjóðandi heitt. Við leggjum bara birkið á grillið og bakkan ofan á, slökkum. Reykurinn sér rest. En þetta er ekki eina bleikjan sem við ætlum að smakka. Við ætlum að fara í Bláa lónið og hitta hann Viktor
og ég var búinn að heyra í kallinum og hann ætlaði að gefa okkur sína bleikju. Sæll Viktor. Blessaður. Við erum komnir á Lava restaurant. Jás, það mikið rétt. Við erum bara inn í hálfgerðu grjóti hérna. Já, þetta svona eiginlega bara inn í veitingasalinn hjá okkur. Já. Við erum svona fyrir ofan hann. Með fína yfirsýn yfir salinn. Er ekki svolítið skemmtilegt að vinna í svona umhverfi? Mjög, þú sér það þú sér það ekki svona mörgum stöðum. Allavega ekki í Íslandi, ég veit ekki kannski öllum heiminum, en þetta er alveg uník þetta umhverfi hérna. Þú liggur hérna bara inn í berginu? Já, algjörlega. Þetta veggurinn er hérna alveg. En 2007 þá varstu inn í annars konar byrgi. Annars konar byrgi, já, mikið rétt. Þá varstu inn í búrinu í Lyon í Frakklandi. Já. Og tíminn byrjar, þú labbar inn með Friðgeir og hvað gerist? Hvað fer í gegnum huga manns þegar maður er að fara að taka þátt í Bocuse d'Or? Ég fæ allan bara gæsa það núna þegar við tölum það, sko. Já. Þetta er svona, náttúrulega ferli fyrir svona keppni var alveg þarna 1,5 ár svona cirka. Svo er bara 5 mínútur í það sem við erum búin að plana í 1,5 ár er bara að fara að bresta á. Já. Þannig að þá náttúrulega, þú veist, varum að pínu stressaður og svona og svo leiði það bara klukkan fór í gang og þá einhvern veginn bara hvarf allt stressið og maður bara sá ekki neitt annað sem maður var að gera. Tók ekki eftir neinu fólki kringum okkur og bara unnum bara eins og við gátum. Heimurinn minnkaði í búrið. Hvað er búrið stórt þegar þið eruð að keppa? Þetta er svona kannski, hvað segir maður, 2,5 sinnum 4 metrar eða eitthvað. Já. Það er 2 þar. Þetta er niðursoðið eldhús. Já, og alveg og örugglega uppvaskái sko, maður sé elda fyrir 300 manns. Já, það er þannig. Þannig að. En hvað stendur upp úr eftir, svo er klukkan búin og þú ert komin út, manstu eitthvað eftir ferlinu? Já, maður svona, ef maður fara að hugsa um það, þá náttúrulega eftir þessi 5 tímar, þá náttúrulega leiði bara eins og 1 klukkutími. Já. Og svo bara allt í einu var það búið og maður var bara að ganga frá og svo fengið okkur kampavín og skáluðum og það var svolítið skrítið sko að horfa til þess að það sem við vorum búin að plana í 1,5 ár var bara búið á 5 tímum. Þannig að maður var svona nokkra daga bara átt að sig að það var ekki lengur æfingar alveg stíft sko. Nei. Þannig að maður gæti fara að lifa lífinu aftur. Pínlítið spennufall? Já, spennufall. Já. En þetta var alveg hrikalega gaman og þessi virði alveg, ég myndi alveg örugglega gera þetta aftur. En við erum nú komnir. Já. Ekki í lúðu og krabba. Nei. Heldur í íslenska bleikju. Já. Þetta er svona fiskur sem er mikið á seðlunum hjá okkur. Já. Og ég ætlaði bara að taka svona létt demo á hvernig það er fljótlegt og þægilegt og einfalt að elda svona bleikju. Og Sko, þú segir fljótlegt, þægilegt, svo horfi ég yfir. Sko, nú erum við kokkar. Já. Og sko, ég veit nú að það hefur eitthvað gerst áður en þú komst og við kveiktum á myndavélunum. Sko. Já, þannig aðeins. Það er eitthvað gengið á. Aðalatriðið er kannski meira hvernig maður eldar bleikjuna. Já. Það er svona, þú veist, fólk kannski heldur að sé flókið en það er það ekki. Svo er ég náttúrulega bara með eitthvað grænmeti sem mér maður stenda það núna. Já. Og þú veist, það kannski tekur eitthvað tíma að gera það en fyrir mig er það náttúrulega mjög einfalt. Maður segir alltaf. Það er út að ég kann það sko. Akkurat. En síðan erum við ég ætla bara að létta aðeins að grafa hana. Þetta er svona púðursykur og gróft salt og sítrónubarkur. Púðursykur, salt og sítrónubarkur. Já, þetta er bara svona aðeins til þess að krydda fiskinn. Þetta er bara svona 50-50 púðursykur og salt og svo tekur maður sítrónubarki með svona gróu, hvað sem maður, rifjarni. Þetta er svona fínna rifjarni heldur en fólk þekkir. Herru, þetta er grafið bara í svona 20-25 mínútur eftir hvað fiskurinn er þykkur. Það er 1 espresso. 1 espresso. Og talaði um matreiðslukeppnina þar sem að þú varst matreiðslumaður ársins 2008 og hafði mig undir. Hafði undir, já. Já. Já, ég man til því. Gröfum bleikjuna. Og 1 espresso. 1 espresso. Herru, já, nú er ég búinn að skóla, ég er búinn að grafa fiskinn og skólan. Þá verður hann svona aðeins þynnar í sér. Og aðeins svona meðferðlegri og það sem ég ætla að gera, ég ætla að saxa smá af kryddjurtum og svo ætla ég þetta er bara dill sem ég fann. Já. Eða ég keypti það. Það er líka rækta þetta heima. Hættum að kaupa þetta því að við höldum Íslandingar að það vaxi ekkert á Íslandi en við getum rækta heilmikið grænmeti og kryddjurtir og jafnvel ávexti. Það er hægt að rækta þetta allt. Já. Maður stundur skamma sig þegar maður geymir heilsótti frænku sko, hún er með þetta allt inn í stofu bara og maður býtur hvað.
Rétt. Herði, sólselja, dillið góða. Þannig það bara klárt hérna. Síðan ég með svona plastfilmu. Flakið bara lagt hérna á. Annað flakið. Sett maður, hérna hægt að setja, þú vilt steinselju, þetta ekkert bara dill. Ég bara að unna með dill núna. Út í garði getur verið graslaukur, það getur verið dillið okkar og steinseljan. Og súra líka. Og eitthvað svona íslenskt. Já. Segir hvað sem hægt að setja sítrónubörkinn á líka ef þú vilt. Já. Við settum reyndar mikinn sítrónubörk á þann. Já. Þegar við vorum að grafa hann. Nákvæmlega, þess vegna sleppti ég honum hérna. Þá erum við komið hérna. Bara rétt rúlla inn. Við viljum gera þetta þétt. Já, við viljum gera svolítið þétt, þannig að vatnið komst ekki inn. Já. Af því að ég ætla að elda þetta í vatnsbaði. Já. Eitring viðbót. Og þú bara bæta við einu viðbót ef maður heldur að maður sé kominn. Og síðan brettur hérna upp á. Og tekur hérna síðasta hringinn. Herðu, við skruppum inn í eldhús. Já. Og þú varst bara með svona, ég segi ekki ylvolgan, vel heitan pott, vatn. Bara eins og heiti pottur í sundlauginni, í Laugardalslauginni. 40 pluss. Ég tek alltaf fiski með mér þangað. Nei, það er bara þannig að þetta er bara svona heimilisráð sem maður hefur oft gefið þegar maður er að spyrja hvernig á að elda svona bleikju. Að þú bara hellir heitu vatni í pott og svo þegar hendin getur ekki verið með hendin onni, rétt á þeim mörkunum. Þá er hann akkurat passlega heitur fyrir bleikjuna. Þá bara tekur hann undan, setur fiskinn onni og kannski svona létt hanglað yfir hann að fiskurinn liggja allir ofan í vatninu. Hvað lengi? Þennan sett tók í 20 mínútur. Svona það byrja snerti heitt vatn? Já. 20 mínútur? Já. Þetta er náttúrulega grafið, þannig að ef þú eldar hann svona við lágan hita, þá bara verður hann rosa mjúkur og molna bara eiginlega þú borðar hann. En hvað, við borðum hann ekki þarna í plastinu? Nei. Síðan bara þegar þessi biti kannski, hann er kannski fyrir, 5-6 manns. Já. Við skerum smá enda náttúrulega. Og fyrir hann disk þá kannski tekið svona. Það er þetta með verkfærin. Já. Að góður hnífur er ótrúlega mikilvægt verkfæri. Það er bara mjög mikilvægt. En það eru komnar og eru frábærar búðir út allt sem eru að selja þessar. Við komum aftur að því að góðar græjur skipta stundum máli. Það er bara eins og ef ég verð ekki með beittan hníf þá er ég bara eyðilagt fiskinn. Ég er bara að krama í rúlluna og brýnum hnífana okkar. Brýnum hnífana og aldrei að setja það upp á þetta vel. Nei. Af hverju ekki? Af hverju ekki þetta vel? Ég hef nú oftar spurður. Það er bara því að eggin hún skemmist í hitanum. Hún er vel þétt. Já. Og helst alveg saman þótt séu 2 flög sem ég lífi saman. Og dillið, sólseljan góða í milli. Svo það sem ég ger oft, það er koma haust og alveg rigning út alltaf og mann langar stundum aðeins að fá smá svona grillflavor. Já. Þá er þetta svona leiðintricks sem allar húsmaður eiga að hafa við höndina. Það er svona í gamla daga var þetta kallað svona crème brûlée brennari. Já. En þetta er orðið svona tæki í öllum eldhúsum í dag. Og góða við það er að ég held að þú getur fengið þetta í hvaða kokkabúð sem er. Er það ekki? Ég held það. Og ég tek smá svona og ég gefi sér smá svona tors. Síðan tók ég svona vínagrettu, kryddjurta vínagrettu og í því er ég með sinnetsfræ sem líka pikluð, græn epli og dill og þetta er rauninni bara kryddjurtir sem ég tek með olíu og mauka í blender. Já. Og síðan sikta ég kryddjurtina frá og verða það svona alveg eiturgrænar, olían, og fyrir grænliturinn úr kryddjurtunum í olíuna. Heitgræn olíu.
Hérna er síðan með svona smá, og það er bleikjan er svona mjúk. Já. Það er gott að fá svona smá svona undir tönn, svona crunchy. Og þá er ég búinn að taka semst bara brauð sem ég ríf niður, eða sker niður, steikja það létt á pönnu og út í því er svona quinoafræ. Já. Og blaðlaukur sem er alveg róstaður, það er það svarta, hann er svona brendur. Svo er þetta söl, það er líka svona tísku í dag, þurrkuð söl. Smá salt í þeim? Smá salt, í staðinn fyrir þetta salt, það er alltaf að tala um hvað það sé óhollt í dag. Þannig að bara smá svona seaweed, þá ertu komið með flavor. Það er komið að þessu. Dettur alveg í sundur. Mjúkur, það er gott að hafa smá brauð svona með. Viktor, ég verð að viðurkenna, ég skil núna af hverju þú vannst mig þarna í keppninni góðum. Það er í gamla daga. Já. Og það er út á höfði og þakka kærlega fyrir okkur. Takk fyrir komuna bara. Og gangi þér vel hérna í Bláa lóninu. Takk kærlega. Lambakórna frá KS er lykillinn að dýrindis veislumáltíð. Kokkarnir á N4 er í boði KS. Kjöt frá KS, engu öðru líkt.